Góðan daginn, Sveinn í Nörd Norðursins og í dag langaði mig að kíkja á leikinn Chorus frá þýska fyrirtækinu Fizzlabs. Leikurinn kom út núna í byrjun desember á PC, PlayStation 5 og Xbox Series vélum. Og þetta sem sagt þriðpersonu flugahassaleikur. Minnir á leikið svo Descent og Free Space, Everspace og fleiri svona slíka leiki en með talsveit meiri, sögu element. Við erum hérna að spila á Xbox Series X. Nei, það er ekki alveg rétt sem það. Hann er líka til á PlayStation 4 og Xbox One upprunalega. Ég var að hugsa annað. En já, eins og sést þá byrjar hérna á þessu skipi og ert með gervigreind sem hjálpa þér. Tekur smá tíma að fá tilfinningu fyrir stjórn leiksins en ekki svo lengi gerst. Hérna er ég frekar nýlega að byrja leikinn í búið með próloginn og er að gera eitt af mörgum litlu hliðarverkefni sem er að gera leiknum. Það er ótalað með side mission sem er að finna og þarna þessum bara á meðan þú ert að fljúga í umhverfinu og alveg líka bara að tala við þessi personur og ert að pikka upp verkefni og svoleiðis sem þú getur alltaf ráðið hvort þú tekur eða ekki, sem er svona gefur ákveðna valkosti. Þetta er í svona framtíðar heimi sem er í svolítið rugl ástæði, getum við sagt. Og fara leikmenn í fótspor Nara sem var hluti af ákveðinu trúardæmi í heiminu sem heit Circle og er ekki lengur hluti af því en er svona óbeint að dragast inn í baráttu heimsins gegn þessu samtökur sem er að leggja undir sig og berja niður alla sem trúa ekki eins og þeir, bæði með afli og tækni. Það eru nokkur sólkerfi og svæði sem þú kannir í leiknum og við erum hérna stödd í Stega Central. Þetta er svona fyrsti svona hub heimurinn sem er svona hálfgett smástilla belti sem virðist vera fullt af námugreftri og öðru í gangi og getur maður einmitt þvælst og fundið hluti til þess að uppgötva skipið og selja og svona fleira. Ég finnst leikurinn persónulega lítur rosalega vel út. Hann keyrir á Unreal Engine. Ég veit ekki hvort hann keyrir á 5 vélinni, en ég held ekki, en ég held að hann keyrir örugglega 4. Vil ekki fara út djúpt kannski í söguna sem slíka vegna þess að maður langar ekki spillinni beint fyrir fólki, en það eru alveg 7 mismunandi svæði til kanna sem eru svolítið fjölbreytt og flott að sjá. Borðin eru mjög stór. Maður sér þessu hérna þarf að nota einmitt kraftmeiri vélar til þess að á skipinu til þess að ferðast hraðar Það er alveg sæmilega langt á milli sumra punkta, alveg í sumum tilvikum 10 kílómetra. Heldur flott að horfa upp og sjá einmitt hringinn á plantunni stutt frá. Og síðan er svona eins og maður sjá skjánum svona hlið sem virðist er notuð til þess að hjálpa við að stökkva lengri leiðir.
og þarna er það eina leiðin sem ég held ég tekið í Reykjavíkinu að hoppa á milli. Ég er með svolítið forðin að sjá svona aðeins hvernig sagan fer og spila hann svolítið inn í einmitt þessi trúarofstækisdæmi, gervigreind og alls konar dæmi sem verður svolítið forðin að sjá hvernig það fer. Mér skilst að sagan sé alveg sæmilega drjúg og þetta sé alveg ófáð tímanir sem getur sökt þér í leikinn, sérstaklega þú ert að horfa eftir hliðarverkefnunum og upgrades og hvað þá achievements og trophies og svona fleira. Og þarna er hann alveg sæmilega drjúgur svona fyrir þess ekkir. Heldur forðin saga, maður svona meira að fá söguna svolítið í flashbacks og svona gegnum minningar en að nöru og ég er athyglisvert að hérna sést semst hjá kortið í fyrsta svæðinu sem við erum á og þetta verður svona þyrping smásteina sem vera saman. Ég veit ekki hvort þetta sé haldið saman að bara þyngdaraflinu plántunar eða hvort þetta sé eitthvað annað. Það er athyglisvert að það er svona hvað segja, svona magic element í gangi, ekki magic, einhver svona kraftar sem þú veist hafa. Eins og sást þetta rétt að það var svona púls sem ég get notað, heldinni A eða X festrengunni og þarna getur skynja hluti fyrir fram að mig, skannað og svoleiðis. Og skiptir máli hvort ég ít á takkan eða halda honum inni. Eitthvað sem tók mig heillangan tíma að fatta þegar ég var að gera eitt missionið sem ég var alltaf að halda takkanum inni í staðinn fyrir bara rétt að í táan og skildi aldrei eitthvað ég fann ekki neitt. Það er tildulega auðvelt að pikka upp að controls-leiknum. Þetta er frekar auðvelt að stjórnar hraðanum með vinstrastykkinu og hreyfingunni með hægri og síðan getur svona auðvelt fært á milli og frekar auðvelt stoppað og síðan er færður aðgang að fleiri vopnum og getur uppfært þannig að getur aðeins fundið svona, hvað ég segja, svona eitthvað sem hentar þínum leikstíl frekar eins og svo oft er. Það er hægt að uppfæra ef þú nota peningana sem þú vinnur inn til þess að uppfæra skipið og vopnin og er það svolítið mikilvægt hlutur til þess að lifa af svona, myndi maður halda síðari og erfiðari hluta leiksins. Ég veit ekki, ég hef alltaf verið pínustakkur fyrir svona tegundar leikja, þannig að sci-fi og game leikir er alltaf eitthvað sem ég hef rosalega gaman á og mér finnst heiminn í þessum svolítið heillandi sko. Það er líka gaman að leikurinn er hann er ekki full price, hann er á 35 pund til dæmis, með því að nýju leikir eru kosta 60, jafnvel upp í 70 pund, þá er fínt að fá leiki sem eru aðeins ódýrari og þarna svona já, gefa eitthvað svona bang for a buck getur við sagt og þarna þess að segja, það er eitthvað við astilin í hann, mér finnst það mjög athyglisverður eitthvað. Við stefnum að vera með gagnrýni á leiknum og nördónusins fljótlega. Vonandi bara ekki svo lengi eftir þetta myndband birtist. Ég er að spila í gegn leiki núna og ég er að tala yfir myndband sem ég er búinn að taka upp sem svona sýni fyrirpart leiksins. Og þannig að þið fylgist með okkur á heimasíðunni nerdnórsins.is og síðan auðvitað á Facebook síðan okkar og öðru og hlaðvarpan okkar. Þá ættum við að vera með meira leikinn fljótlega.
Það er lítilega krúttleysi vélmenni eitthvað veist mér. Þetta er svona hliðarverkefni sem ég rakst bara á fyrir tilraun þegar ég var að fljúga framhjá og fékk allir neðan kalla á skipinu. Ég er mjög forðaður að sjá hvort það verið meira á einhver svona dóti eins og þegar maður var að taka yfir starra skipið. Einn af hluti sem ég hafði alltaf rosalega gaman þegar ég var að spila leiki eins og fríspilsflögra var þetta skali sem var í leiknum eða sem sagt þér fannst þér vera hluti af einhverju stærra og sko bardaðarnir þannig að þú varst að lítið skip í kringum risa kapitalskip kannski að berjast og þú varst eitthvað einhver lítið hluti af þessu en kannski þú veist haft áhrif á það og þannig að það er eins og segi gaman að sjá hvað svona er hægt að gera í svoleiðis dæmi þannig að en sagan virðist vera að mestu sögð í gegnum svona samtal sem er kannski pínusvekkjandi. Þú færð annars slagið að sjá Nara karakterinn og virðist vera svona eins og maður segir mesta vinnan lögð í hana. Þetta er byrjunarskipi sem þú ert með og hef ég aðeins verið svona að uppfæra það getur við sagt ég held að það sé rétt fyrir mér að maður fái aðgang á öðrum skipum seinna meir en ekki alveg halda mig við það eins og maður segir það er skondið við þetta sem sagt fyrirtæki sem gerir leik þeir heita Fisslabs og eru þýskir. Þeir hafa hingað til verið þekktasti fyrir farsíma og spjaldtölvuleikina Galaxy on Fire. Það er alveg að sjá svona, hvað getur við sagt, element úr því í þessu. Og þetta virðist að getur við sagt að sé svona fyrsti stóri alvöru leikur en þeir hafa þetta gert smærri leiki ásamt því að aðstoða önnur fyrirtæki með leikina þeirra portaðu og svoleiðis og þannig að hann er að fá ágætis dóma eins og ég segi þá hann er komin út, kom bara út 3. desember en eins og ég er á Metacritic er hann með 7,6 á PC 7,2 fyrir PlayStation 5 og 7,9 fyrir Xbox Series vélarnar. IGN til dæmis gaf hann 8 af 10 sem bara fyrir svo góð einkunn. Umhverfi leiksins eru hrikalega flott og það verðist vera gaman að sjá svona þetta virkar eins og þú sé svona bráðið bergið einhvern veginn eða hvort það sé bara svona einhverjir steinar í því sem gera það verkum og glóir einhvern veginn svona. Hérna lendi ég mitt í vandræðum vegna þess að ég klárlega hef ekki lesið nógu leiðbeiningarnar í leiknum á sín tíma eða held að hann samt hafi getið verið frábær í að alveg útskýra heldur að þegar ég er búinn að drepa þennan þá ætlar hann að finna sem sagt kargóið sem er þú veist að leita af og þarna ég var ekki að kveikja perunni fyrst og gerði bara alltaf sem sagt að halda inn takkanum og skildi ekkert í þegar ég var komin hingað að akkur ég var ekki að finna neitt. Ég held að klifti úr myndbandinu ágætis part af mér fljúgandi með þessu gullfiskur og skilja ekki eitt eða neitt í neinu akkur ég var ekki að finna neitt en þið fáið að sjá hérna svona smá part af því að ég sem sagt fatt ekki alveg hvað ég er að gera. Ég neita því ekki að ég leita mér upplýsingar til smá tíma til að kveikja perunni. Það eina eins og ég segja, svona getur maður hvort að því getur maður sagt að já, maður var ekki alveg að finna. Þegar leikurinn kennir mann á scanning dæmið
þetta sendstótt sem varst að gera, en hann útskýrði ekki nógu vel, eða ég las ekki nógu vel að það bæði gert með því haldun minni og ítataka. Svo þið fóðið fyrir vikið að horfa mig svona aðeins álpast skilindi ekki eitt eða neitt í neinu. Sem kannski gerum grein fyrir ekki alltaf besta sjónvarpsefnið. En það skemmtilega við tölvuleiki að maður stundum fattar ekki, hvað að segja, auðvelda hluti, skilur ekkert í af hverju maður ekki að ná þessu, og annarkvort þarf maður bara að koma aftur og rekka átta sig á hvernig það eða annarkvort leita netinu eða einhver annar brennilega bendir mann á hvað maður vitlaus og fattar ekki neitt. Og þetta bleiti hérna ég, ef ég man rétt, að googla svarið og fatta þá eftir smá tíma hvað var að. Og þá var mitt komið í ljósið þessi litlu hvíti þrýðninga núna, ef maður rétt ítir á takkan. Eins og sést þetta. Já, það nokkrir sem ég þarf að finna ef maður rétt áður en þetta kemur. Eitthvað við svona leiki verður við hérna, ég geti eitt ágætis tím bara að fljúga og skoða með mig einhvern veginn. Alveg, ég svo gamall í hettinni að ég spilaði Descent leikinn á sín tíma sem voru voru DOS bara, Windows 95. Skemmtilega að segja að Descent leikinnir voru búin til að fyrirtæki sem heitir Volition, og fólk í dag sem er oftast yngri kannast við það meira fyrir að búa til Saints Row seríuna. En áður en það var þá bygguðu til og komuður að Descent og komuð síðan af einum uppáhaldsleik mínum alla tíma sem heitir Free Space 2. Free Space serían byrjaði sem spin-off af Descent. Fyrsti leikur heitir með Descent Free Space. En síðan droppuður nafninu yfir manrétt í seinna leiknum og kallaði þetta bara Free Space. Free Space 2 er einn af mínum uppáhaldsleikum alla tíma. Ég elska þann leik svo mikið og það er reyndar skemmtilegt að með hvað sáleikur er gamall. Hann reyndar virkar ennþá vel þó þú spilir hann bara eins og hann var þegar hann kom út og er ekkert mál að nálgast hann á GOG og Steam og svoleiðis, þannig að það er ekki mikið mál að ef þið langar að kíkja á leikinn. Þó að sé 22, hann var næst í 23 ára gamall, hann kom út 1999 mitt. En það er reyndar til frábærir moddar fyrir þann leik sem gjörbreyta leiknum og bæta útlitið hans og gera hann mjög nútímavænan og fallega, bæði í spilun og útliti og fleiru á sama tíma að viðhalda allt það sem gera hann flottan. Og það er eitthvað við að fljúa í dimmum stjörnuþokum og nebulas og rekast allt í einu á risastórt kapitalskip sem er að eltast við eða eitthvað svoleiðis. Þetta myndheldur rosalega mikið á kafbátahernaði. Margir svona partarnir. Hérna er ég komið með fyrstu nýju upgrade-byssuna sem maður fékk og er svona hægari laserbyssa en talsvert kraftmeiri og sést að það er talsvert minna til þess að ná orðinu niður. Fyrir þá sem er að spila leikinn á PlayStation 5 eða Xbox Series
þá leikurinn með svona það sem mjög algengt í dag þetta performance og quality stillingar. Ég reyndar ekki búin að finna neitt góður upplýsingar á netinu hvað nákvæmlega innifalið í því. En ég býst við að samkvæmt nafninu þá örugglega einn sem reynir að fókusa á 60 rámar á sekundu og með hinn fókusa kannski meira á útlitið. Sem ekkert ólíklegt með allt saman. En sama hvernig þá fannst mér leikurinn keyra mjög vel, bæði sést hvernig þessi hliður notuð og þetta fáum við að sjá fyrir alveg fyrsta skiptið hvað svona aðal óvinni leiksins getur við sagt, Circle. Og getur maður fengið að sjá með þetta trúar og kalldæmi sem í gangi. Þess að það mjög líkt við svona einhvern svona, sértrúarsöfnuð með þetta Circle dæmi. Hvernig berja niður alla andspyrnu og eru semst líka í þessu að sem sagt bókstaflega að umbreyta þeim, svona konverta þeim sem samþykja ekki þeirra stjórn eða bara til þessir aðhyllist þeirra hugmyndafræði og þeir bókstaflega eru að nota tæknina til þess sem þetta cool reyndar eða að sjá, ekki endilega augljóslega þess að þið gera. Eins og sést það alveg sæmilega vegalengdir en þú ert tiltölulega snöggur samt að fara á milli þeirra sem ágætt. En þú ert ekkert að skella leiknum í þannig að þú ert að láta hann fara á stað sem ferðir fram og ferðir eitthvað að drekka það samloku og kemur aftur. Þetta ekki svo slæm. Þetta bara nokkrar sekundur eða 1-2 mínútur sem þú ert að eiga við. Þetta svona enklefi svona fyrsta svona stöðin sem rekst á einmitt hérna. Og ég að leita hérna held ég ónun held ég að sé það á þess að fatta. Já, þannig að koma þér. Með það með mjög flott skip og litakombo þó að ekkert annað við það flott. Tek smá tíma að fá tilfinningu fyrir stjórninni. Ég vildi að vera pínu lokkan væri næs eins og stundum hægt þannig að maður geti fyllt myndalinn eftir en þetta ekkert eitthvað super vandamál svona heldur. Þetta gæti bara alveg skýta all og bara ekki hjálpa neinum og færi beint í englifpartinn en maður einhvern veginn vill hjálpa öðrum og samtíma heldur sér mjög gáðlegt að vera að safna sér bandamönnum eins og með grunn að það koma góðu nótum síðar í leiknum eins og svo oft hann keyrir samt mjög vel finnst mér. Ég pröfaði hann einmitt á Origin Explorer reyndar Xbox One X sem ég á og hann keyrði bara einstaklega mjög vel fannst mér leikurinn og en það var ekki eitthvað síður í leikurinn fannst mér ég var að keyra á þessu eldra hardware og ég grunnar að það verið ekki mjög þægilegt að rúla til dæmis á PlayStation 4 hvað þá augljóslega PlayStation 5 sem enn betra. Hann getur einmitt valið svona vopnin sem þú setna meir og uppfærir og
virðist vera þannig að þegar þú notar vopnið meira þá geturðu fengið ákveðna bónusa við það. Svona mastery sem þetta vinna herinn sem þetta mjög þægilegt að þetta klassíska því meira sem þú notar eitthvað því meira eða betri verður í því sem þetta mjög fínt sko. Og einhverjum að koma góða notum þegar líður á leiki. Hérna er ég mitt búinn að sjálfsagt skjóta niður fyrstu skipin. Nú fær maður að sjá þetta hvað Anglip gerir mitt við það sem standa mótið þeim. The Psychic Totem. Now, Sav. Kill them all. Þetta minnir mig stundum á dæmi í Mass Effect með hvað það segja The Geth og hvernig þeir voru að konverta fólki og hlutum einhvern veginn í svona vélrænt dæmi sem var hluti af heildin einhvern veginn. Og samkvæmt svona lórainn í þessu þá er fólk sem verður fyrir áhrifum þess að vopna eða Psychic Totems umbreytist. Og það sést líka umhverfinu líka þegar þetta nær að lenda til dæmis eins og eitt af þeim gerir núna eftir. Sem obey, veistu alveg. Þessi literally eru að konverta og taka yfir bæði stöðina og raunverulega fólki í leiðinni. Raven neutralized. Nara, they're targeting our life support system. Solid copy. On my way. Ja, það er aldrei slæmt. Ég var nefnilega ekki viss hérna hvort ég geti eyðilagt það, en maður sér það með maður eyðilega þá byrjar ég með þetta dofna áhrifin frá þeim. Þessi rauðu kristallar virðist þeirra að hverfa. More psychic totems incoming. Og maður bara ná öllum Pull your people at the enclave back. hinum skipunum fyrst. Got it. I'll burn those ships fast. All right. I'm heading over now to lay down some cover fire. Shoot to kill, okay? Yes. En núna eins og þessi sko, þá byrjar maður að taka þér að það er komið skip sem ég var að reyna að fatta hvort hann hefði flogið inn í stöðina eða ekki. Ég var ekki alveg viss þegar ég sá þetta. En já, maður sér eins og þetta bláa er skjöldurinn og rauða er bara armörið hjá honum. Já, ég er ekki komin á langt hérna í leiknum til þess að vera komið með kraftmeiri vopn eða eldflögur til þess að ná þeim. En til að fara frekar auðvitað niður. Eitt annað kannski, já, sem ég átti þetta að nefna, að leikurinn er með möguleikann þegar þú ræsir hann upp í fyrsta skipti eða byrjar saveið að spila í permadeath. Og þá er þetta þannig að þegar þú deyfð þá er bara leikurinn búinn. Þannig að það setur þetta miklu meira ákafa í alla spilunina þegar þú veist að ein mistök í bardagann getur orðið verkum að þú leikurinn er búinn og þú þurfir að byrja upp á nýtt. En það er mjög þægilegt að leikurinn þetta gefur algjöran valkost hvort þú vilt notast við þetta eða ekki. Þannig að þú ert ekki neyddur til þess að það er ekkert eins og segja það oft að
notast við svoleiðis dæmi. Take them down. Svona þetta rogue light element að deyja og byrja aftur eða eitthvað leis eins og í Dark Souls og öðru er ekki auðvelt fyrir hvern sem er og virkar ekkert alltaf fyrir hvaða leik sem er. Þannig að mjög ákvæmt ef leikurinn hefur þennan valkost að leyfa þér að stjórna hvernig þú vilt spila. Pluss það er ekki allir sem hafa tíman í sólarhringnum til þess að mastera allt saman en vilja kannski bara njóta skemmtilegs og forðunar sögu eða eitthvað svoleiðis. Þannig að þetta er svona eins og maður segir best of both worlds Finally. í þessu tilfelli. Já, alveg er búin að taka það út. Það er eitt totem. Afsaka það sem kannski ef þið finnir fyrir svona motion sickness, það er þetta svona smá kapli með alla svona leiki sem er að spila í svona 360 gráðu umhverfi. Það er mjög auðvelt að vera pínu illt þegar maður er alltaf að snúa sér við og Sending the last fighters. hoppa upp á milli og allt svoleiðis. Aðeins að ákveða að taka sénsinn hérna og fókusa á tótuminn. Og ég var næst í dauði fyrir það sakir. But our work's just started. The dead Þannig að will have to wait. en þú regenar heilsuna aftur sem er þægilegt en þú ert ekki að díla við það. Regions are no longer safe. They will keep coming. Svo ég var með skiptaði niður á hinu vopni upp frá byssuna. We're finished, and everyone here is dead or worse. Frontier Það er svona, getur verið svona pínu frumskóður að eltast í skipi í svona aðstæðum þegar to lead the assault on the circle. þú veist að fljúga inn á milli hluta og svoleiðis og berjast í kringum byggingar og skip og svoleiðis. People need you, Nara. Það er svona meirinn að segja, getur við sagt stundum. Sjá, það er bara að moppa upp restina I must restore my og við erum búinir. En I need you. það virðist að hann að bjarga stöðinni sem er ágætt. Sem ég ágætt, en líklega pirruðum Circle all hressilega. Þannig að þeir eru ekki droslega glaðir og líklega munu vilja koma aftur og leita hefnda, myndi ég halda. En það er svona eins og maður segir eitthvað sem gefur ljós síðan bara. En ég myndi segja hygglust, ef þið hefur gaman af svona opnum space-leikjum með svona flugleikjum eins og þessa og hvað þá vil ég skoða athyglisverða sögu, þá er alveg vel þess virði að kíkja minnst hvort aðeins á þennan leik og sjá hvort hann sé eitthvað sem hafði til ykkar ekki. En við verðum eins og ég sagði áður með nánar umfyllið leikinn fljótlega. They tried to protect us. I reached out. En Offered them a deal. ég segi bara takk fyrir mig í bili og ég hviti ykkur endilega að fylgja okkur áfram, að fylgjast með okkur á Facebook síðan okkar Nördnorðsins, heimasíðan okkar nördnorðsins.is og auðvitað öðrum samfélagsmiðlum og síðan auðvitað streymum við líka á Twitch og fleiri stöðum og við verðum, og síðan það erum við podcastið okkar reglulega og við ættum að vera með flánurum fyrir leikinn mjög fljótlega. Svo ég segi bara takk fyrir mig í bili.